Góðan og blessaðan daginn, kæru áhorfendur. KF TV heilsar ykkur hérna úr Blúhöllinni í Keflavík. Úrslitahelgi yngreflokka í fullum gangi, dagur 3. Og við erum að fara að fylgjast með leik Hauka og Breiðabliks í 10. flokki kvenna. Og önnur deild. Hér verða krýndir deildarmeistarar. Góðan daginn og velkomin í Blúhöllina. Framfer leikur Breiðabliks og Hauka í 10. flokki kvenna annar deild, úrslitaleikur. Ég ætla að byrja að kynna dómara leiksins, en þeir eru Arnar Þór Þrastárson og Tatje Venta. Við kynnum lið Breiðabliks númer 4, Embla Hrönn Halldórsdóttir fyrirliði. Númer 5, Katla Margrét Jónsdóttir. Númer 7, Eyrún Hulda Gestsdóttir. Númer 8, Lilja Dís Gunnarsdóttir. Númer 9, Thelma Hrönn Loftsdóttir. Númer 11, María Sóldís Eiríksdóttir. Númer 16, Eygló Ása Enoksdóttir. Númer 17, Gerður Lind Sverrisdóttir. Númer 18, Helga Gía Elvarsdóttir. Númer 22, Eva, ég ætla ekki að reyna að bera þetta fram. Númer 26, Eva Bryndís Guðrúnardóttir. Númer 31, Hildur Svava Leifsdóttir. Þjálfari Breiðabliks Ívar Ásgrímsson. Þá er við Hauka. Númer 1, Ísabella Fjallsteð Magnúsdóttir. Númer 7, Arnheiður Ísleif Ólafsdóttir. Númer 9, Agla María Agnarsdóttir. Númer 11, Inga Lea Ingadóttir. Númer 13, fyrirliðinn Karítas Steinunn Einarsdóttir. Númer 18, Júlía Íris Emilsdóttir. Númer 25, Mía Sóldís Svan Hjördísardóttir. Númer 28, Brynja Víf Benjamínsdóttir. Númer 30, Álfhildur Edda Þorsteinsdóttir. Númer 34, Elisabeth Rós Stefánsdóttir. Númer 36, Dagný Logadóttir. Númer 66, Elisabeth Áslaug Garðarsdóttir. Það er búið að kynna bæði lið til leiks og styttist nú í þetta. Rétt 4 mínútur til leiks. Ég heiti Sigurður Friðrik Gunnarsson, mér á vinstri hönd, mættur beint úr Munaðarnesinu, Einar Þór Björgvinsson, tækni undur, okkar besti maður og sá sem að stjórnar hér öllu í KF TV. Á myndavélinni okkar næstbesti maður, skulum við orða, Týr Kristjánsson með okkur. Að sjálfsögðu, ætlum að vera með ykkur inn í allan dag, 4 leiki framöndan. Nú, þessi lið, ef við förum aðeins yfir hvernig þeim gekk í deildarkeppninni, þá voru Blikar mikið yfirburða lið í annar deildinni, 19 sigrar og aðeins 1 tap. Haukar í öðru sæti, 15 sigrar og 5 töp, 30 stig. Og í undanúrslitum sigruðu Blikar lið Snæfells mjög örugglega, 45 stiga mun, 88-43. Á meðan að Haukar sigruðu Val mjög örugglega 72-38 á Ásvöllum. Og það er engin spurning að þeir eru lið sem að eiga skilið að vera hér. Og þessi lið hafa mæst 4 sinnum í deildarkeppninni í vetur. Blikar unnið alla leikina. Það mættist í desember þar sem að Blikar unnu með 31 stigi, 77-46. Þeir mættist svo aftur í mars og þar sem að Blikar unnu 1 stig sigur, 59-60. Mættist svo aftur viku síðar þar sem að Blikar unnu 10 stiga, afsakið 9 stiga sigur. Og svo mættist þau aftur núna í apríl þar sem að Blikar unnu 85-53. Þannig að líkurnar eru með Blikunum, en það er ekki spurt af því þegar komið er í úrslitaleik. Hér er það spurningum spennustig og dagsform og alls konar breytur á hlutlausum velli. Og við vonumst þess að fá hérna bara hörku leik.
Já, það eru, sem áður segir, nóg að gera hjá okkur í dag. 4 leikir sem byrjar hérna með þessum leik. Breiðabliks og Hauka í 10. flokki kvenna. Klukkan 1 er að 9. flokki karla, þar sem spilaður Íslandsmeistaratitil. Þar er að Keflavík og Stjarnan. Og síðan klukkan 15:15 er að 9. flokki kvenna, Njarðvík Stjarnan. Og svo líkur deginum hjá okkur hérna með leik Keflavíkur á móti sameiginlegu liði Vals og KR. Klukkan 17:30 í ungmennaflokki kvenna. Þetta er nóg framundan og minnum á að það þarf að refresha síðuna eftir hvern leik. Það sem kemur inn ný slóð. Það er nóg að refresha og þá ætti þetta nú allt saman að vera í topp standi. Víti og svona zoomaðar og leikli eða einhver mistur og zooma inn á bara svona leikinu. Ok, geggjar í þessu. Svo ég fá okkur til í hálfleik og vil skipta við henni. Já. Það var alltaf að vera til reiði hérna. Byrjunarliðin að koma sér fyrir. Já, dómarar leiksins klárir í uppkastið. Við erum farin af stað. Það eru blikar sem að byrja hér með boltan. Sækja hér að körfunni. Fá hérna opið sniðskot. Það dettur niður. Það er María Soldís sem að kemur blikum á blað hérna. Koma Haukarnir. Blikarnir komast inn í þessa sendingu. María Soldís kemur honum hérna á. Styrkið María hérna með boltan. Tapaður bolti. Dagný hérna fyrir Haukana sem berir boltan og tæpsending. Rattar á Míu. Mía fer bara í þetta huggulega stökkskot hérna. Dettur hérna aftan á hringinn og blikarnir á boltanum. Sækja blikarnir. Kom honum upp vænginn. Embla, hún fer bara í þristinn. Dettur ekki. Blikarnir duglegar hérna í sóknarfrákastinu. Fara hérna í huggulegan flóter. Það er Embla Hrönn sem hann setur í dóni eftir sóknarfrákast frá Igló. Sóknarfrákast og stóðsending og blikarnir pressa hérna allan völl. Haukarnir gera vel að leysa þetta. Koma hérna 3 og 2 í smá stund. Fallega gert þarna. Virkilega hugguleg hreyfingarnir hjá Karítas sem hann klárar þetta. 4-2. Hér er trappana hérna í horninu. Embla. Og Lilja kemur honum inn og þetta er villa hérna. Embla kom honum hérna inn á Igló og brotið á henni. Fyrsta villan þá komin og hún er á leikmann nr. 13 í liði Hauka, Karítas. Og hér er Igló Galop að gleyma sér hérna. Thelma Hrönn gleymdi sér hérna aðeins og auðvelt þarna fyrir Igló villa karfa góð. Fyrsta villan á Öglu Maríu. Vítið. Rattar ekki rétta leið og Haukarnir á frákastinu. Það er Dagný sem ber upp boltan, fær hérna hindrun til að opna hlaupaleið fyrir sig og hún kemur honum hérna undan vænginu. Frábært dræf og góð hreyfing. Dettur ekki. Gengur ekki hjá Míu. Það er Inga Lea. Sækir hérna til hægri og dreifur villuna.
Það þá línuna í 2 skot. Fyrsta villan þá á Maríu Sóldísi. Fyrsta víti niður. Inga Lea. Það síðara. Leggur af. Nei, Haukarnir duglegir. Þarna smá baráttum frákastið. Það endar í hendunum á Eyglóu. Það kemur hún hérna bara í öruggar hendur. Og frábær sending frá Emblu þarna en Eygló náði ekki að klára þetta. Dagný hérna blúsandi siglingu upp hægri vænginn, fer bara allarlega á körfuna, snýr sér við. Finnur þá Ingu-Laug í galopin þrist. Víðsfjarri, en opinn var hann. Vel gert við Haukunum að búa sér til hérna. Opið þriggjastaskot. 6-3. Og Haukarnir tæpir hérna, Inga Lea næstu búin að stela boltanum. Eygló sækir til vinstri, inn í teiginn, finnur hérna út í horninu, aftur aukasendingin, þriggjastaskot, gengur ekki. En það ná boltanum, Eygló, skilar þessu niður. 8-3. Þannig Haukarnir, Mía, fallega breyningarna á framjá og sækir kontaktinn og klárar. Vel gert. Kemur Embla og út í hornið. Það er Eva Bryndís með skotið, það gengur ekki. Haukarnir með frákastið. Prófa þetta niður. Inga. Inn til hægri, allarlega á körfuna. Þetta er ekki. Blikarnir inn á frákastinu og sækja hratt hérna upp. Ekki að klára, svolítið mislaðar hendurna núna, stressið mögulega að genginu. Frábær barátta á Eyglói hérna að halda þessu lífi og beint í skiltinn. Kunum alltaf vel að meta gott svona skiltabrölt. Gera Haukarnir sína fyrstu breytingu hérna. Inga Lea kemur að velli. Nú kemur leikmaður númer 7 í liði Hauka. Það er Arnheiður Ísleif. Dagný. Hún er að leysa pressuna, reyna að tappa. Það er leysa þetta og Haukarnir er hérna konum bara í galopi færi undir gunni og það er varamaðurinn. Vel gert hjá Arnheiður Ísleif þarna, lætur þessi kveða strax. 8-7. Það byrjar bara að feiki vel hérna. Og tæp sending og Karitas kemst inn í þessa sendingu. Kemur minni hendur á Dagný. Mía. Dagný. Eygló til varnar. Karitas sækir á körfuna. Nær ekki að klára, tekur sitt eigi frákast, dugleg. Fá nýja skóklukku. Það getur mjög góð mónum að hérna. Já, þriggja stiga karfa frá Karitas. Og Haukarnir fljótar að svara. Eva Bryndís þarna, fallega sendingu. Og dæmt til villa á Karitas, sýnist mér. Bæði lið að pressa. Kemur skipting hjá Blikunum. María Sóldís kemur út af. Hér er Dagný orðið fyrir einhvern hnjaski og neyðist til þess að skipta. Haukarnir með innkast hérna á miðjulínu. Á
Ísabellu, nýkomin inn á, lætur stela sér boltanum og Eygló fremst fram hérna, fær hérna hraðahlaupið, reynir að koma boltanum í hendur á Samherja en þessi ratar beint út af. 10-10 hér þegar fyrsti leikluti hálfnaður. Haukarnir. Arnur Ísleif, reynir að koma honum hérna á nýju en nær ekki að skila þessu en Haukarnir eiga nú boltan áfram. Nýja býr sig undir að taka enga stig. Já, skref dæmt þarna. Blikarnir eiga þennan. Inga kemur það aftur inn á. Leysir öglumæður í velli. Og vel gert hjá Arnur Ísleif, kemst inn í þetta. Mía. Þeir með finna Ingu. Þeir halda boltanum. Kristjana. Karitas fyrirgeðu. Karitas inn að sækja. Finnir Míu, fær svo hindrun. Aftur inn á Karitas. Karitas klárar þetta. Fallegt. Vaggovelta. Og Haukarnir eru komnir yfir. Með fram endalínu, Garabin hérna, Eygló, opið skot, gengur ekki, Inga með frákastið, Ísabella komið upp með boltan hérna. Þannig er Ingu sem sækir að körfunni, falleg reyning, náðu ekki, það er næðu þessu, Arnur Ísleif dugleg, nær frákastinu, Mía með þristinn, gengur ekki, Inga aftur með frákastið. Finnur Karitas sem að köttar þarna inn og fær villuna. Haukarnir duglegir hérna í sónafrákastónum. Karitas kom með 7 stig hérna af 12 fyrir Haukana. Getur sett stig 8 og 9 ef að bæði þetta niður. Fyrra vítið af. Síðara. Gengur ekki. Haukarnir, nei fyrirgeðu, Blikarnir sækja þetta hratt. Fljótar að snúa vörn í sókn. Fá hérna. Gott færi. Liljadís brendi því. Hún fær hérna boltan eftir smá baráttu og klárar. Getur þakkað Eygló fyrir þetta, mikill baráttu jaxl. Eygló að vinna boltan fyrir sitt lið og breyta þeim í körfur. Það er Mía, lætur bara vaða. Lítur vel út, gengur ekki. Arnur Ísleif með frákastið, en þetta er varið skot. Gert hjá Evu Bryndísi þarna að verja þetta skot. Kemur Eygló á velli. Skila hérna frábærum 6,5 mínútu hérna í byrjun fyrir Blikana. Haukarnir, Inga niður á blokkinni, lætur stela sér boltanum og þá keyra þær. Kemur Lilja. 1 á móti 3, lætur bara vaða hérna. Lekur niður. Snirtilegt. Mikið sjálfstraust í þessu. Mía með tvítekkuð. Hérna komin Ingu, þær stela boltanum aftur. Og end one. Glæsilega gert þarna. Embla Hrönn skilaði þessu niður og dró villuna. 2 stig, Karva góð. 1 víti að auki. Haukarnir í smá vesinni núna með pressuvörnina frá Blikunum. Og Haukarnir taka leikliði til að ræða þetta hans yfir. Stigahæstar á vellinum okkar þessu stundina fyrir Haukana er Karitas komin með 7 stig, Arnur Ísleif með 2, Mía Sóldís með 2 og Inga Lea búin að skila niður 1 stigi. Hjá Blikunum afskaplega
jöfn dreifing, þar eru 4 leikmenn með 4 stig. Það Embla Hrönn, það Lilja Dís, það María Sóldís og Eygló. Eygló kom með 2 villur. (16-12) fyrir Blikum. Embla með vítið, setur það niður. Munurinn þá 5 stig, 17-12. Áfram pressa Blikarnir. Þær eru í tómum vandræðum, láta stela þarna af sér boltanum. Og hér, skot. Já, beint niður. Eyrún Hekla, Eyrún Hulda afsakið, skilar þessu niður. 19-12. Arnheiður. Ingulegu. Karitas. Þetta er körunni. Hún er að finna 9. Þetta er of hátt og endar út af smá titringur núna í haugunum. Þurfa aðeins að jartengja sig og finna sjálfstraustið. Koma haugarnir. Lilja. Stýri pressu og lætur stela sér boltanum hérna. Koma haugarnir. 3 og 2 hérna. Það er að leysa þetta. Inga. Fyrir allalega á köruna. Sækir villuna og 2 skot. 2 víti. Villan dæmd á leikmann númer 8, Lilja Dís, fær sína fyrstu villu. Inga þá á línunni. Já, skilar fyrir vítinu. Setti annað niður á þann, setur bæðið niður núna, kom með 3 stig þá. Koma Blikarnir. Geisa stýrir völlin, þetta er aðeins á hratt og þá snúa haugarnir völlin svo 9 hérna í hraðahlaupinu. Eyrún til varnar, nær ekki að verjast þessu, hún skilar þessu niður og 9. Hér Eyrún með flotta gapreiningu, sækir á körunni, alla leið, klára með hægri, lekur af hringnum og Inga með frákastið. Dagný, sækir á hægri, finnur út í horninu, kemur aukasendingin út á 9. Þetta er ekki alveg fyrir hann, en frábært kött þarna á Ingu, nær ekki að klára þetta, tekur sitt eigið frákast, gengur ekki, tekur aftur sitt eigið frákast. Flott vörn á Blikunum að verja þetta skot. 9, Karitas. Galopin þristur. Spjaldið og ný. Já. 19-19. 10. stig. Karitasar. Eyrún. Emblu. Fer alla leið á hringinn með 2 í sér. Nær ekki að klára. Haukarnir gera vel að komast fyrir þetta. Arnheiður. Finnur Dagný. Dagný með smá hlaupaleið. Hérna. Embla til varnar. Henni er bara alveg sama, þeir hérna klárar yfir 2, já, lekur niður. 21-19 eins og hendi var í veifaður og haukarnir komnir yfir. Frábær byrjun á þessum leik. Lilja, sækir allalega á körfunni. Dettur ekki, eftir fína hreyfingu. Mikil barátt boltan og þetta endar með því að Breiðablik brýtur hér af sér. Og það þýðir að við erum sennilega að fara hér á vítalínuna, 2 skot. Það eru komnar í skotrétt, fyrsta villan á Emblu Hrönn. Það er hálf mínúta eftir hér að fyrsta leikluta. Og Arnheiður Ísleif fer þá á vítalínuna, getur þá sett stig 3 og 4 hjá sér. Komið hérna miklum krafti inn á bekknum.
Haukarnir í fjórða sinn á línunni í þessum leikluta. Fyrra víti af. Sýnist nú númerin hérna vera eitthvað vitlaus. Ég er mögulega að fylja upp hérna röng nöfn. Það nú þannig að leikmennirnir eru ekki í... Jú, þetta verður svona stemma. Við erum eitthvað að fabulera bara. Hálf mínútu eftir. Þetta Eyrún. Þetta Emblu. Allt lokað. En Lilja með galopin þrist upp úr þessu. Dettur ekki. Haukarnir ná frákastinu, þrengt hérna að Álfhildi. Núna er að koma þessi hendurnar á Arnheiði. Inga. Sækir til vinstri. Þrengt Dani. Eyrún stelur þessu. Þeir hérna 1-1 á móti Daníu. Finnur Emblu. Hún reynir hérna erfitt skot til að loka leiklutanum. Gengur ekki. Og það eru Haukarnir sem leiða hér með 3 stigum. Eftir kaflaskiptan fyrsta leikluta. Þessi liðin skiptust á fórustunni. Haukarnir mistu taktina til smá stund en voru fljótar að finna grúfið sitt aftur og leiða hér með 3 stigum. Sem áður segir þá unnu Blikarnir alla 4 leiki liðanna í deildakeppninni og spurning hvort að Haukarnir nái hér að sigra leikinn sem að skiptir mestu máli sjálfan úrslitaleikinn. Við kíkjum aðeins hérna á tölfræðina. Sjáum við að Karitas Steinunn í liði Hauka kom með 10 stig og 1 frákast og þannig að draga 2 villur á andstæðinga. Og svo er það Mía Sóldís 4 stig, 1 frákast, 1 stóðsendingu. Það er minna. Liði Breiðabliks er nú bara rosalega jafnar. Embla Hrönn er hérna komið með 5 stig og 1 frákast, 1 stóðsendingu og 2 stolna bolta. Svo eru þær Lilja Dís, María Sóldís og Eygló Ása allar með 4 stig. Mjög jafnt og annar leikluti fyrir hér að hefjast. Haukarnir sem byrja með boltan hérna í öðrum leiknum dag. Engalega. Já, gerir vel, sækir að körfunni með frá endalínunni og klárar. Vel gert, 5 stiga leikur. Það er Embla, það er hindur frá Eyrúnu. Alls konar möguleika, Blikarnir alltaf fram að hreyfa boltan. Eyrún, Embla í þrist sem er challengeaður. Setur það bara í grillið á henni. Hikar hvergi. Mikilvægur þristur. Smá þurrkur hjá Blikunum. Og fín vörn hjá Eyrúnu. Nær að trufla þetta ekki nóg samt. Karitas með boltan. Finnur Míu. Sem sækir hér á vinstri höndina, fer svo reynir að klára einnig við 3, gengur ekki, tekur sitt eigi frákast, 1 power drift, nær ekki að klára, tekur sér bara aftur sitt eigi frákast, fer upp, sækir villuna, fylgur kraftur. Áræðinni. Fær smá högg á trínið en það er bara hluti af leiknum. Það er bara þannig. Það er smá snerting í þessu. En hún er velunnuð hér fyrir dugnaðinn með 2 vítaskotum. Fyrir vitið, aftan á hringinn. Síara
Samleiðis, Caritas sá duglega að berjast þetta frákast og hér hörkubarningur og þetta enda með uppkasti sem að enda með því að Blikarnir eiga þá boltan samkvæmt örinni. Örin góðu, menn á viðkjörn það, ég sakna svolítið uppkastins gamla góða. 50-50 og gaman að sjá svona menn, eða leikmenn á mismunandi stærð hljófstum uppkastið. En það heyrir sögunni til, Haukarnir hér stela boltanum og Ísabella sem að gerir það og hún geysist hérna upp vinstri kantinn, finnur hér Ingu sem með embla á sér, hún sækir allilega á körunni, nær ekki að klára, tekur sitt eigið frákast. Það er varið, vilja fá okkar fyrir sinn snúð, ekki dæmt, embla fram, frá, Caritas kemst inn í þessa sendingu, vel lesið þarna. Það leit ljómandi vel út í hérna, hraðablöp, Caritas vel á verði, Ísabella. Það bótt að ganga Inga, hótar skotinu, finnur Caritas upp á topp, hún kíkir á skotið, feikar hérna leikmann upp úr skónum og fer allilega á köruna, nær ekki að klára. Sækja Blikarnir. Eyrún, á gerfi. Eyrún aftur í horninu, þristurinn, lítur vel út, aðeins og langur. Og boltinn af Ísabellu, náðu ekki hérna góð takja boltanum og Blikar eiga þennan. Kemur hérna þreföld skipting hjá Blikunum. Það setja hérna upp í yngastkerfi. Inga kemur út af Haukunum og Arnheiður Ísleif kemur inn. Alltaf stað og Eygló biður boltinu niðri, fær hann þrengt að henni. Frábær vörn á Haukunum, ná að þvinga uppkastið, gerði þarna í samvinningu. Álfhildur Edda og Arnheiður Ísleif. Álfhildur Edda hérna með 30, tekur vel. Arnheiður hjálpaði til. Ísabella, Mía finnur Caritas á köttinu, Eygló gerir vel og það þringa hann í horninu, Mía fær hann aftur, sækir í körunni, gafbreyfing, nær ekki að klára skotið og Eyrún með sterkt frákast. Finnur þá Emblu sem ræðst hérna upp hægri kantinn, finnur hérna glæsileg sending og dettur ekki Caritas í frákastabaráttunni, Eygló líka, þetta endur í höndunum á Eyrúnu sem er með tveggja stiga skot hérna, réttur ofan vítalínu sem dettur niður. 24-24. Haukarnir, Mía með Caritas í horninu, hún sækir sjálf allavega á körfuna og klárar á hægri höndina. Mikið öryggi í þessu, áræðin. Koma Blikarnir. Og þetta er villa, vel gert þarna hjá Maríu Sóldísi þarna, sótti þarna vinstri höndina. Og sótti þarna fyrstu aðra villuna fyrirgefið á Caritas. Fyrra víti er af. Síðara líka. Og Álfhildur Edda með frákastið og Eyrún brýtur af sér. Tekur hérna utan hann aðeins og hann er að reyna að fálma í boltan. Caritas kemur þá á velli með Haukunum. Og Agla María kemur inn, númer 9. Ísabella fær höndunum frá Álfhildi. Leysir ágætlega úr þessari pressu hérna. Og tapaði boltanum hérna. Eyrún kemur fyrir Blikana. Agla dregur villuna, sækir hérna með frá endalínu, freista þess að finna Helgu Gíu þarna í horninu. Haukarnir brjóta af sér. Álfhildur Edda með sína fyrstu villu. Og hér Blikarnir heppnir. Embla
Þriggja skot frá Maríu Sóldísi, gengur ekki. Ísabella nær frákastegum, geysist upp öllin. Allt blikaliðið á hælunum á henni, hún róar þetta niður. Ísabella. Agla, góðri gæslu, Mía, kíkir á skotið, dræfa svo hérna til hægri inn í teginn, tekur svona smá Eurostep og hann leggur upp úr. Arnheiður Ísleif, dugleg hérna. Embla kemst inn í þessu sendingu hérna. Og vildi hérna galopin en Embla vera á verði og hún hérna með geggjaða stóðsendingu. Ja, eitthvað sem hefði getið orðið stóðsendingu. Þannig að frábær sending. Blikarnir komast inn í þetta. Haukarnir reyna að leysa þér úr pressunni sem þeir gera. Uppskera hérna hraðaplaup, ná ekki að klára þetta. Eygló tekur frákastið. Fram og tilbaka hérna. Og frábærlega gert þarna hjá Míu Sóldísi, skutlaði sér að boltan vinnur þetta. Frábær hreyfingu Ísabellu, næði ekki að klára. Vildi fá okkar fyrir sinn snúð, ekki dæmt og við höldum áfram. Eyrún óhrædd, finnur dömpar hann með snirtilega inn á Öglu sem klárar þetta. Á Maríu Sóldísi afsakið. Koma Haukarnir, Mía. Hótar dræfinu, frábærar hendur hjá Maríu Sóldísi. Finnur Eyrúnu í hraðaplaupinu og hún skilar þessu niður. Flott transition hjá Breiðablik. 28-26. Og Blikarnir hér dæmt uppkast hérna, hér fær Eyrún hérna smá högg í andliti, missi gleraugun hérna af sér. Þarf aðeins að hlúa að henni hérna greinilega og leikhlé Haukar. Og staðan 28-26 í hörku leik. Ef þetta það sem koma skal í dag, þá ég alveg til í það. Fengum hérna 4 frábæra leiki í gær. Þar sem við byrjum á því að sjá Val sigra Fylki hérna í 10. flokki karla í 4. deild. Flottum leik. Það var svo í 10. flokki karla í 3. deild þar sem að Hamar Þór lagði Val B. Nokkuð samfærandi. Við sáum síðan magnaðan leik í ungmennaflokki karla Tindastóll Grindavík sem fór í framleggingu þar sem að Tindastóll vann með 3 í gjörsamlega sturgluðum leik. Og síðasti leikur gærdagsins var í 10. flokki karla í 1. deild þar sem að Stjarnan fór illa með Breiðablik. Sigruðu mjög örugglega. Áfram höldum við, Breiðablik með boltan. Eygló, sækir til vinstri, þrengt að henni, 3 á henni þarna, það er þetta boltaganga Eyrún, hótar skotinu, dræfar svo inn í teginn, góð hjálpavörn. Hér er Embla, finn ekki opnanir, Embla reynir að fara alla leið, finnur svo Gí í hornin í þristinn, dettur ekki, Arnheiður Ísleif með frákastið. Núna á Dagníu. Dagný aftur á Arnheiði, þessi bolti er of langur og endar hérna út af við varamannabekk Haukana. Smá kæruleysi. Embla fyrir Breiðablik. Það er hindrun frá Eygló sem rúlar á körfuna. Embla ennþá með boltan, býr sér bara til þetta fína 3 stiga skot sem dettur aftan á hringinn. Hún sækir hérna sitt eigið frákast en það er ekki nóg því Dagný er grimm. Caritas sækir inn á körfuna til vinstri, fær leið að körfunni en góðar hendur á Eygló, það er ekki nóg því Caritas nær svo aftur og skilar þessu niður, jafnar leikinn. Blikarnir. Eygló, Caritas til varnar,
Eygló reynir að snúa á hana, gerir of mikið og brýtur af sér. Fín vörn þarna hjá Blikunum. Nei, hjá Haukunum afsakið. Thelma Hrönn þarna komst inn í þennan bolta og sótti villuna. Hún kemur hérna að velli. Ekki bara til henni, innan kemur þá leikmannúmer afsakið, það er Agla María hérna. Ég er að rugla hérna liðum sem að átti þarna fína vörn. Innan kemur Júlía Steinun í fyrsta skipti fyrir Haukana. Leikmannúmer 18. Setur hérna hindrun. Caritas í þristin í horninu með mann í andlitinu. Dettur ekki. Arnur Ísleif með enn eitt frákastið. Dagný. Fær hann aftur, give and go. Þröngt, Blikarnir eru allstaðar þarna, en Arnur Ísleif það er ekki að klára. Blikarnir þá snúa vörn í sókn. Frábærlega gert þarna. Virkilega vel gert. Snúa vörn í sókn. María Sóldís hérna fyrst fram og sækir þá þriðju villuna á Caritas. Þetta er áhyggjuefni fyrir Haukana. Caritas þeirra stiga hæst með 12 stig og hún þarf að fá skiptingu hérna. María Sóldís setur seinna vítið fyrra af. Haukarnir gera tvöfaldabreytingu. Arnur Ísleif og Caritas kom út af. Mía og Inga Lea leysa þar af. Blikarnir halda áfram að pressa. Embla. Fín hindrun þarna. Og Elisabeth Rós. Dagný. Dagný. Sækir. Finnur hérna framherja í fínt skot. Frákast Haukar. Ná ekki Inga Lea reynir að koma. Dagný með enn eitt Haukafrákastið. Þess komast inn í þetta. Lilja. Já, kemur hún vel gert þarna. Frábærlega gert hjá Lilju. Koma þessu í hendurnar. Og Evu Bryndísi sem að sækir villuna og fær þá 2 skot. Getur aukið munin í 3 stig ef hún setur bæði. Helga Gía kemur þá að velli hjá Breiðablik. Og Hildur Svava kemur inn í fyrsta skipti. Það er 38 eftir hér að fyrri hálfleik. Fyrra víti er af. Eva Bryndís setur seinna vítið. Tveggja stiga leikur. Það er Mía upp með boltan fyrir Haukana. Júlía og Dagný. Dagný með fallega sendingin á Míu. Nær ekki að klára, tekur sitt eigið frákast. Aftur upp og sækir villuna. Ofboðslega dugleg, sterk. Það er hérna ötul í sóknarfrákastunum. Mía, það er fallegt spil hérna í Haukunum. Fyrra vítið lekur niður. Síðara líka. Koma Blikarnir. Eva Bryndís. Emblu. Haukarnir gera vel að loka á þetta. Eva aftur. Finnur Lilju þarna í. En Dagný gerir vel að loka á þetta og Eva fer svo bara hérna alla leið strandan á milli, reynir að klára hægri, nær ekki að klára. Inga með frákastið, Geigar. Löng sending fram og þar er Lilja ein á auðum sjó og klárar. Koma Haukarnir, Inga. Reynir að finna Júlíu sem nær boltanum. Með viðöfn og klárar. Villa Karagóð. Vel gert hjá Júlíu.
sýndi sig þarna, gaf færi á sér, gaf færi á sendingunni og smá heppni með henni og Leikhlé Breiðablik. Allt jafnt hérna, 32-32. Skotnýtingu liðana sem af Blikarnir eru hérna 50% í tveggjastega skotum, 13 af 26, eru 1 af 7 í þristum, 14%. En ágefni að vítin eru ekkert þetta, aðeins með 3 af 8, 37%. Þannig að Haukarnir eru að skjóta töluvert verð hérna í tveggjastega skotum, eru með 32% skotnýtingu þar. 2 af 6 í þriggja sem bara ljómandi fínt, 33% og eru 50% í vítum, 6 af 12. En Haukarnir að mun grimmar í frákostunum, 29-19 í frákostum. Þar að veru Haukarnir komnir með ein 15 sóknarfrákost. Það er eitthvað sem að Blikarnir þurfa að gera betra og loka á, stíga betur út. Júlía þá á línunni, fær hérna skotið að auki, setti. Nei, þetta ekki og Blikarnir fljóti fram, átt að sjá þetta var bara eitt víti. Íta þessi fram og Embla einu á auðum sjó og klárar þetta. Þarna voru Haukakonur sofandi. Elisabeth Rós með boltan þarna, komin með Inga og Júlíu. Júlía. Galopi skoti í horninu, dettur ekki hjá Elisabethu og Blikarnir ná frákastinu. Lilja Dís. Flott sending þarna. Á. Marja Soldís fór og sótti hérna villuna á Júlíu, hennar fyrsta villa og bæði lið eru komin í skotrétt hérna þegar 1 mínúta eftir. Fyrra vítið víðsfjarri. Vítanýting Blikanna heldur áfram að vera öfumegin við 50%. Síðara. Dettur ekki, Júlía tekur frákastið, finnur þá Ísabellu. Ísabella og fín völl í Embla þarna, nær þó ekki að stela boltanum, er svo fljóta að koma sér fyrir framan hann aftur. Inga með Lilju til. Nei. Og þriggjastiga skot, brotið á henni í þriggjastiga skotinu þarna. Elisabeth Rós þarna mundaði byssuna fyrir að þriggjastiga línuna og brotið á henni. Hildur Svafa fær þá sína aðra villu í liði Breiðabliks. Fyrsta vitið af. Getur þó jafnað ef hún setur bæði. Annað vitið, það dettur, ekkert nema nælon. Þriðja og síðasta vitið, getur jafnað hér leikinn. 44 sekúndur eftir hér að fyrirháleik. Það dettur líka, samfærandi. Koma Blikarnir. Embla. Lilja. Falleg hreyfing og geggjusending og frábær boltarhengja Blikunum. Það ná að opna hérna Haukavörnina og enda hér í þó nokkuð opnið þristi sem gengur ekki. Mía tekur frákastið.
Finnur Isabellu sem að tapa boltanum og Embla og Lilja með henni eru 2 á móti 1 og fara illa ráðu sínu þarna. Þarna kjörið tækifæri til þess að komast yfir en ekki gekk það. Það er þá Haukarnir sem geta tekið síðasta skotið, það er vilja. Blikarnir ætla að gera henni erfitt fyrir. Og komast þá yfir miðjuna og eru hérna 3 á móti 2. Inga fær boltan og sækir villuna. Fær þá 2 skot. Þetta er þá önnur villan á Maríu Sóldísi. Inga Lea komið með 3 stig. Öll á línunni. Setur 4, líður vel á línunni. Duglega að sækja villur. 4 sekúndur eftir hér að fyrir hálfleik. Haukarnir leiða með 1. Geta sett þetta upp í 2 stiga leik sem að Inga Lea gerir. 4 sekúndur. Embla verður að hafa hraðar hendur hérna. Nær sendingunni og gengur ekki. María Sóldís virtist vera svona eitthvað kontakt í þessu og Ívar Ásgrímsson vildi nú fá villu þarna en ekkert dæmt og við erum komin í hálfleik 34-36. Ætlum að taka okkur hérna örstutta pásu. Koma svo aftur með síðara hálfleikin hér eftir nokkrar mínútur.
Jæja, árum við nokkurn veginn að verða tilbúin aftur í síðari hálfleikinn. Við erum hérna að fylgjast með leik Hauka og Breiðabliks í 10. flokki kvenna önnur deild. Staðan í hálfleik 34-36 í hörku leik. Mikil barátta og slegist hérna hvern bolta í fyrir orðnum, vonandi fáið meira því sama. Minnum á að við verðum hérna í allan dag. Við erum hérna með 4 leiki í dag, 3 leikir eftir þennan. Veislan heldur áfram alveg þar til í kvöld. Það eru Haukarnir sem byrja með boltan hér í síðari hálfleik. Breiðablik hallar hann að pressa. Ná að koma boltanum hérna inn og það er Caritas sem að fær hérna þrist í horninu. Dettur ekki. Og Blikarnir óheppnir þarna. Liljetti stígur þarna út af eftir frákastið. Mía, miðingastið. Haukarnir setja þarna upp í einhverja fléttu. Endar í höndunum á Caritas. Frábær vörn þarna hjá Eygló. Ver þennan bolta.
Blikarnir ná honum og brotið á þeim og dómararnir ætla eitthvað aðeins að ræða sín á milli. Spurning hvort þeir sé að ræða hér hugsanlega óíþróttamannslega villu. Oft fín lína þarna á milli. Þeir taka sér bara tíma í þetta að ná hérna sem bestri ákvörðun. Treystum þeim fyrir þessu. Dómararnir staðið sig virkilega vel hérna um helgina. Hvað segir Arnar dómari? Óíþróttamannsleg villa er það. Óíþróttamannsleg villa er það. Menn missáttir með það í stúkunni. Þetta er það 3. villan á Dagný. Á Dagníu, afsakið. Og hér er að auki tæknivilla. Tæknivilla dæmd. Já, hérna, hér. Tæknivilla dæmd á Dagníu sem þýðir að hafi verið að vísa henni út úr húsi. 12 sekúndur liðnar hér af síðari hálfleik. Það er dramatík í Keflavík. Og hér hefur verið einhver orðaskipti. Arnar ekki tilbúin að hlusta á það og Dagný neyðist þá til þess að yfirgefa völlinn. Tekur ekki frekari þátt í leiknum. Mjög svekkjandi fyrir hana. Haukarnir verða að lifa án hennar þar sem eftir lifir leiks. Já, þetta byrjar hérna með látum. Spurning hvort að þetta brjóti haukana eða þær þjappi sér saman hérna í kringum þetta og ná að snúa bökum saman. Þetta móteflið efla sig. Og við erum að ráðum okkar hérna, eða dómararnir, já, þá getum við haldið áfram. Embla er allavega tilbúin hérna á línunni og fyrsta vítið er niður. Þá ættu þær að fá hérna 2 í viðbót fyrir óíþróttamannsliði villuna þar sem að þessi sena byrjaði öll saman. Setur annað vítið, já, Blikarnir byrjaði þetta hérna sterkt á vítalínunni og voru nú ansi ósannfærandi hérna í fyrri hálfleik á línunni. Og þeir eru búin að jafna leikinn hérna. Klikkar á 3. Jafn leikur og Blikarnir eiga þá boltan. Já, hérna hér, það verður heitt í þessu, maður finnur það. Embla, hún sækir hérna fallega breyting og Haukarnir þétta vel í kringum hana. Hún klárar samt hérna fyrir hérna 1 og 3 og bara klárar þetta með vinstri. Sem er Isabella, Embla til varnar. Og það fái hérna sýndist vera að dæma hér sóknarvillu á Isabellu eða hvort hann hafi stigið út af. Hann hafi sennilega stigið út af, það er allavega ekkert merki neina villu hér frá dómurum. Koma Blikarnir. Embla sækir aftur til vinstri, reynir að klára yfir þær aftur, gengur ekki og það er Isabella sem að lendir með frákastið í höndunum, kemur hún í hennar á Míu. Mía horfir upp völlinn, finnur Karítas. Karítas á Ingu. Inga með 2 í kringum sig, 3 í kringum sig núna. Karítas var þá opinn þrist og hann dettur! Svona að svara þessu bara. Já. Glæsilegt skot þarna. En Embla fer bara alla leið hinum megin. Á hægri. Virðist vera óstöðandi á þessum dræfum. Koma Haukarnir. Karítas. Nú er Isabellu. Stilla þær upp. Aftur á Karítas. Mía hérna biður boltann til körfunni, fara hann ekki. Karítas sækir til hægri. Fer alla leið á körfuna. Sækir villu.
Hún að taka upp boltan og það eru 2 skot sem að Haukarnir fá. Caritas verður þá á línuna. Hún er komið með 15 stig hérna og búin að skila bara rosalega fínum leik þessum af er. Flotta skotnýtingu og með 1 frákast með þessu. Ingalega skiptir þá hérna við Arnleifi í liði Hauka. Afsakið, Arnheiði Ísleif, höfum þetta nú rétt. Fyrra víti hjá Caritas. Steinleikur. Jafna leikinn, 40-40. Það síðara. Dettur ekki, ekkur upp úr. Blikarnir sækja hratt. Finnvörnum 9 þarna, en það endur höndunum að Lilju sem með 3 stiga skoti. Það er á stutt. Mikil barátt boltan, það endar í höndunum á Caritas og Isabella lítur upp völlinn. Ræðst hérna á Emblu sem er bara frábær varnarmaður og nær þessu skilar þessu í höndunum á Lilju sem fær hérna gála upp í layup og setur það. Fanta varnarmaður Embla. Isabella. Caritas. Þannig að var að reyna að finna Öglu, finnur hún lokum, nei. Hver kemst inn í þetta? Jú, Embla. Sækir síðan alla leið og klárar með vinstri í trafík. Það er skínandi í seinni hálfleik hérna núna. Byrjar þetta krafti, kemur Mía. Sækir inn í teginn, 3 í kringum hana, hún fer samt bara alla leið, nær ekki að klára. Arnheiður Ísleif, nær að halda þessu lífi, Caritas. Sækir til vinstri, inn í teginn, snýsi við og sækir villu. Og sækja hérna 4. villuna í dag. Hún er komið með 3 sjálf, en búin að sækja 4 á andstæðinga sína. Áræðin, hún fær 2 skot. Setti annað af 2 hérna rétt á hann. – 44-40 Breiðablik. Fyrra vitið. Gengur ekki. Svona jöfnum leik. Vítin skipt sköpum. Síðara viti á Caritas. Það dettur. 3 stiga leikur. Koma Blikarnir. Embla. Með Lilju hérna á köttinu. Ekkur ekki. Eirún. Og fær hann hérna aftur. Reynir að sækja til hægri á Caritas. Kemst allavega á körfuna og klárar. Caritas vildi ekki taka áhættuna að fá hérna villuna og hálfpartinn opnaði leiðina fyrir hana. Isabella er að leysa pressuna, er með Míu með sér þarna en finnur Caritas og hér er Mía, hún er upp á Keflavíkurmerkinu, setur það ekki sem er synd. Það er gaman að setja þrist þaðan. Og Blikarnir komast inn í þessa sendingu. Bara alla leið Eva Bryndís. Frábær vörn! Geggjuð vörn hjá Arnheiði Ísleif. Mikill vinnu, þjarkur hérna, elda hana bara uppi og sagði nei, ekki núna. Blikarnir, innkastkerfi, enda með því að Embla fær hérna galopið, treyst og með örugg í þessu, líður vel hérna í stutta skotinu. Arnheiður, reynir að fara ekki um 2, leysa pressuna, Mía. Já, við viljum með boltan, finnur Arnheiði. Kemur með hérna Isabellu, Isabella reynir að sækja, tvítdekk á hana og illa dæmt. Illa dæmt hérna á Emblu, hennar önnur villa. Haukarnir. Caritas setur hundurinn fyrir Isabellu, fær hann svo aftur aðeins fyrir aftan sig, það tegja sig í hann en hún fer, reynir að sækja á Eirúnu, gengur ekki. Arnheiður biður boltan fyrir haukastilinna, tekur skotið, það er stutt. Vilja með frábæra sendingu, en geggjuð vörn hjá Caritas. Geggjuð vörn hjá Caritas. Það er síðan Agla María sem fór í gólfið og sótti þennan bolta.
en Haukarnir tapa boltanum hérna. Embla setur fína pressu þarna á hana og hún setur boltan í fótinu sér út af. Embla kom með 20 stig og alveg hörku varnarvinnu. Hún setur hundin fyrir Emblu, hún reist þess að fara hérna á Ingu, finnur út í horninu á Agla og aftur inn á Lilju, frábær sending, end one! Frábærlega gert fyrirgefið að María Soldís þarna sem fekk boltinn út í vinstra horninu, sótti hérna með frá endalínunni, fann Lilju í auðvelt 2 stig og klárar góð. Þetta er þá fyrsta villan á Ísabellu í liði Hauka. Munurinn orðinn 9 stig. Lítið, dettur ekki. Blikarnir ná ekki að halda þessu inn á. Mía fyrir gólfið. Og maður að halda þessu fyrir Haukana. Inga með Eyrúnu til varnar. Með nýju með sér sem fær hann. Og 8 sekúndur dæmdar á Haukana. Voru of lengi að skila þessu í miðjum. Það eru Haukarnir í smá kreppu. Þurfa að lyfta þessu upp á hærra level. Lilja, Mía til varnar. Frábær boltarhreyfing sem enda með því að Eyrún fær hérna gott skot í horninu. Setur það, ekkert nema net. Frábærlega gert hjá Breiðablik. Það leiða með 12 stigum. Það held ég. Já, hérna eins og hendi sér veifa er munurinn orðinn 12 stig. Maður sérna yfir tölfræðina, kíkjum aðeins á þetta. Sama í liði Breiðabliks, Embla Hrönn með 20 stig, 8 af 12 í skotum, 1 af 2 í þriggja. Búin að setja 3 víti af 4, með 6 fráköst, 2 stóðsendingar og 7 stolna bolta. Frábær lína, komin hérna með 29 framlastig, er að draga vagnin hérna fyrir Blikana. En þær eru allar að skila góðri vinnu. Eyrún Hulda búin að koma hérna virkilega sterkinn í leikinn af bekknum. Kom með 11 stig, 5 af 8 í skotum, 1 af 2 í þristum, 3 fráköst, 2 stóðsendingar, 4 stolnir. Það er vel gert hjá Haukunum, þar er þetta Karítas Steinunn sem er með 17 stig, 6 af 9 í tveggja, 3 af 4 í þristum og kom með 1 frákast og 1 varið skot. Henni næst er það Mía Soldís sem er með 10 stig, 4 af 16 í skotum, ekki að skjóta boltanum nægilega vel en er að missa þessi stuttu skot eftir eigið sóknarfrákast en búin að vera ótrúlega dugleg í frákastunum, kom með 6 lík, þar af 4 sóknarfrákast. Hún er svo með eina stóðsendingu með þessu. Hún er komin aftur á staðina, Haukarnir ráða sinum, Fæmi byrjaði að tapa boltanum, Eyrún setur fína pressa á þetta, hún endar svo með boltan í höndunum í stutt skot, dettur ekki, Mía með frákastið, fær hérna smá högg og ekkert dæmt nema bara að stoppa leikinn hérna, hann fengi hérna högg í höfuðið og smá teknileg ákvörðun komin aftur á stað, Mía, hún sækir, þetta er bara þröngt. Við erum að gera þetta einn, Lilja, vegur að metu sína möguleika, fer bara allavega á körfun og klárar með hægri. Nú er að draga í sundur með liðunum, 14 stiga munur, Haukarnir þurfa að gera þetta saman sóknarlega. Mía, við erum vel að sækja vituna þarna, voru 3 í kringum hérna, fór þetta snirtilega fram hjá þeim og villa dæmd. Þriðja villan á Lilju Soldísi, afsakið Lilju Dís.
koma haugarnir. Mía. Sækir til hægri, eina móti. Já, frábær vörn hjá Emblu. Eyrún keyrir með greiðlega körfunni, reynir sendingu en frábær vörn. Og Elísabetu Rós kemst inn í þessa sendingu uppkast dæmt og Breiðablik á þennan bolta. Já, haugarnir þurfa aðeins að gella sig saman sóknarlega. Og Blikarnir, Lilja. Kíkir á þristinn, virtist skrefa, ekkert dæmt. Karítas með frákastið. Þannig að ég segja réttlæti að sigra þarna að lokum. Inga reynir hérna erfið að senda ykkur Arnheiði. Nú er þetta rosalega þröngt í augunum. Inga gerir vel, sækir á körfunni. Kemur upp skotinu, setur hann spjaldi á honni. Klárar þetta á áræðinni, 55-43. Eva Bryndís fer í handbófi hérna við Emblu sem sækir, finnur svo aftur út í horninu, þristur, dettur ekki. Eyrún Grimm, Lilja á dræfinu með 3 í sér, nær ekki að klára og Inga tekur frákastið og villan dæmd á Eyrúnu. Eyrún þá að fá sína 3. villu. Og við erum komin í skotrétt. 3:52 eru eftir að 3. leikluta og Inga fer þá á línuna. Hann er búinn að líða vel þar í dag. Og Eyrún kemur þá að velli. Inga fyrir að viti, dettur, örugg á línunni. Já, síðara vitið. Setur það sömuleiðis. En gert hjá Ingu, kom með 9 stig, þetta er 10 stiga leikur núna. Marja sækir hérna. Fyrir alla leið, sækir villuna, já, það eru lengi að loka á þetta. Arnheiður sýnist mér fá villuna. Nei, ekki var það hún. Dæmt á Álfhildi Eddu, númer 30. Full auðvelt hjá Blikunum að komast inn í teginn. Haukarnir svona ekki alveg að ná að þétta. Og Marja Sóldís setur fyrra vítið. Hún er hérna komin með 8 stig, getur bætt í 9. við. Gerir það, 12 stiga munur. Kemur Inga. Haukarnir vel stuttir hérna af fjölmörgum áhorfendum sem eru mættir í húsið. Karítas, það getur vinstri, finnur Ingu. Hún fer bara í þristinn, erfiðu þristur. Mann alveg í andleitinu og Lilja tekur frákastið og þeir komast inn í þetta. Haukarnir, Inga allalega á körfuna, sækir villu. Já, það er bara aftur á línuna. Þjálfari Hauka Berri Timmermann hérna, ræðir hérna aðeins málinn við Arnheiði og Álfhildi. Aðeins að fara yfir hvað þarf að gera. Alltaf gott að ráðfæra sig aðeins við þjálfarann. Inga setur fyrravítið. Getum Inga þetta eftir í 10 stig með því að setja síðara. Hún gerir það ekki. Embla tekur frákastið. Sækir hérna sjálfur völlinn. Nær að leysa þessa pressu bara nokkuð þægilega. Skautar hérna bara alla liðu upp. Fer svo bara í flóter sem dettur ekki. En hún nær sínu eigin frákasti. Og frábær hreyfing og óheppinn hérna Eva Bryndís. Gerði vel hérna. Koma Haukarnir og Það er Elísabet Rós boltan hérna framan á puttan. Þetta er svo ofboðslega óþægilegt. Það kannast nú allir körfuboltamenn við það að fá boltan svona framan á fingurinn.
hrikalega óþægilegt. Vonum að við sjáum nú meira af henni. Svo jafna sig. Breytir því ekki að Blikarnir eru 11 stigum yfir og eru með boltann. Það. Í hornið. Opinn þristur. Glælega gert. Frábært skot þarna. Það var leikmaður númer 17, Gerður Lind, sem að setja inn að þrist. Fyrir ekki á að tveggjast af skoti fyrir stíð á línuna þarna. Inga. Álfhildur sækir að körfunni, er með mann út í horni, er með Júlíu hérna með sér sem að tekur sig skot. Þetta er varið! Þetta er sendt aftur heim til mömmu og pappa með frímerki. Held ég. Frábær vörn. Fimm sekúndur á skotklukku. Breiðablik leiðir með 13. Haukar hefur með innkast undir við endalínuna. Karitas biður að var galopinn þarna, fær hann svo, stígur út af. Hann var opinn þarna, en Arnheiður tók ekki eftir því fyrir of seint, var þá komið með mann í sig. Og í erfiðri stöðu. Og að Blikarnir. Ja, Marja. Og hér að Gerður fer í handoffið. Maríu sækir kontaktinn, ekkert flautað á þetta, áfram gakk. Lilja með hornþrist, með mann í sér, vís fjarri, frákast Breiðablik, þetta er varið. Frábær barátta hjá Ingu, rífur þetta hérna bara. Karitas. Það að sækja hérna með fram hliðarlínunni, Róðar þessu niður, finnur Ingu, hún er með Júlíu hérna með sér. Sér hana ekki, fær svo hindrun frá Júlíu, sækir svo bara alla leiðin á vinstri, alla leið að körfun og klárar. Vel gert. Embla. Það er hindrun, er með skotið, Júlía flott þarna róteringunni, er að skipta vel en þetta er galop með þristur, fer á spjaldinu eftir á hringinn og Haukarnir með frákast. Arnheiður Ísleif. Það er með Ingu hérna með sér, finnur hana, kíkir hvað hana með, eftir við skotið, Álfhildur, Karitas, sækir til hægri, fer allalega á körfuna og nær ekki að klára. Karitas tekur frákastið, nær ekki að klára þetta. Embla. Já, geggjuð sending. Frábærlega gert, sá völlin vera þarna og Marja Soldi sem skilar þessu niður. Hún Álfhildur er með Ingu hérna uppi, vilja sækja hratt, hún reynir að sækja inn í teginn, nær í villuna. Mikil ákefði í þessu núna. 61-48, Blikarnir náðu að búa til hennar mun hérna eftir að Haukarnir mistu Dagníu hérna út af. Hún fékk hérna ásendningsvillu og tæknivillu svo í kjölfarið þegar 12 sekúndur voru liðnar af þriðja leikluta og var vikið út úr húsi. Umdeildur dómur, ég ætla nú ekki að leggja mat á það hvort að þetta hafi verið rétt. Treystum bara dómarateiminu fyrir þessu. En það breytir því ekki að Inga brennir hérna fyrsta skotinu. Og það síðara ekki niður en Júlía dugleg í frákastinu en boltinn fer af henni út af og Blikarnir eiga þennan. Og kemur Mía inn aftur eftir stuttapásu og leysir Karitas af velli. Leysir hann af. Embla gegn Arnheiði. Arnheiði gerir vel. Flott hjálpavörn þarna. Lilja, já, nei. Og Álfhildur brýtur af sér. Það er þá svona aðra villu. Það eru bæði lið komin í skotrétt. Þess að næsta villa sem Haukarnir brjóta af sér, þá fara Blikarnir í skotrétt. Hér Haukarnir. Vel gert þarna, frábærlega gert hjá Maríu Soldi sig, sækir hérna frá hægri vængnum yfir á vinstri höndina og klarar henni í miðuna með vinstri. Arnheiður á Júlíu. Júlía.
Og brotið á henni, það Gerður sem brýtur á henni. Vel gert hjá Míu. Smá rugglingslegt hérna hjá mér. Það stendur hérna á leikskýrslu Mía og Mía á töflunni en aftan á búningnum hérna stendur Kristjana. Það er bara að treysta því að Mía sé rétt. Hún fer á línuna. Brennir fyrra. Þetta er orðið dýrt fyrir Haukana núna að vera að brenna þessum vítum. Munurinn 15 stig. 9 sekúndur hér eftir. Hún setur seinna. 9 sekúndur eftir. Blikarnir fá síðasta skotið. Á þetta líkundum Lilja kíkir í völlinn. Er með Emblu hérna sem að ræðst á körfuna. Tekur hérna flotta snúning og frábær hreyfing til að loka leiklutanum. Embla Hrönn. Búin að eiga geggjaðan þriðja leikluta. Frábær í leiknum en gjörsamlega tóku öll völd hérna. 65-49, 16 stiga munur þegar að síðasti leiklutin er framundan. Já, 16 stiga hola sem Haukarnir þurfa að grafa sig upp úr og getur allt gerst í þessu, útilokum ekkert. Haukalið er flott, sóknin verið mjög styrð hérna í þriðja leikluta. Það er ekki að ná að búa til göt. Ég ætla að benda á það hamborgara í sjoppunni. Í Breiðabliks vörninni er ekki að fá mikið á opnum lúkum. Þetta er svona koma svolítið eftir einstaklingsframtak og áræðinni. Þannig að Blikarnir eru að hreyfa boltan virkilega vel hérna sóknarmegin og sækja hratt. Embla Hrönn kom með 22 stig og 10 fráköst, 7 stolna, 2 stóðsendingar, 1 var bolta, 35 framlagspunkta. Marja Soldís hérna átti líka flottan þriðja leikluta. Hún kom með 15 stig og 1 frákast og 1 stóðsendingu og 3 stolna. Hún að fiska 5 villur. Það er að segja fiska 5 villur á andstæðingana. Fjórði leikluti, 16 stiga munur, Haukarnir byrja með boltan. Inga, inn í Míu. Mía, stík komið fram í Lilju þarna. Fer vel með boltan, sækir svo ein síns liðs, reynir að klára háttaspjaldinu, gengur ekki. Blikarnir, Lilja fljót fram, hleypur völlin vel og fer bara hérna í auðvelt sniðskot. Það dettur ekki nær svo frákastinu eftir að gerði vel að koma hendi í þetta. Og Blikarnir, vel gert þarna, Blikarnir að gera þetta bara ofboðslega erfitt fyrir. Geggjur barátta hjá Evu, númer 22. Hendi sér í gólfið þarna og þvingaði uppkastið. Blikarnir eiga boltan. Embla fíblar hérna hverja fætur annari og sækir svo villunar, hoppuðu báðar upp í gaphreyfinguna. Eins og Siggi Valla hérna, gamalt legend hérna úr Keflavík, myndi segja aldrei hoppa. Ekki hoppa. Embla á línunni. Fyrra vítið er af. Síðara, þetta setti þetta hérna upp í 17 stig sem hún gerir, 17 stiga munur. Blikarnir halda áfram að pressa. Mía.
Lendir bara í tómu vesinni en Haukarnir eiga boltan. Vill fá villuna þarna á Emblu en ekkert dæmt. Nú verða þær að vera fljótar að koma sér yfir miðjuna á Haukarnir. Það er að koma sér yfir. Sem það gera. Leysa þetta vel. Inga. Gefur á sjálfan sig en það er tvígrip. Það má víst ekki. Þannig að maður sé klónaður. Það er ekki hægt að gefa sjálfan sig. Já. Ekkert mál. Einar tæknimaður hérna kom aðeins skilabáðum við smá basti hérna með litlu myndavélina sem sýnir tíman. Við erum bara duglega að minna á hvað er mikið eftir. Eygló. Og hér er þristur. Já, hikar ekkert við þetta. Galopinn. Sjálfsagt að taka þetta hérna. Já, Eva Bryndís. Auðvitað tekur fría þristinn. Engin spurning. Vildi ekki niður. Haukarnir eiga. Nú þurfa Haukarnir að vera ansi klínískar í sínum sóknarækjurum. Þurfa að fara að skora svona reglulega og fara að stoppa. Og fara að saksa á þetta forskot. Inga. Gerður til varnar. Hún kemst alla leið á hringinn en Eva gerði vel að koma sér fyrir framan hann og trufla skotið. Og Gerður. Og fín barátt í Haukunum. Nú allir í gólfinu. Já, fótur dæmdur og Gerði syns mér. Þetta eru geggjaðar stelpur hérna í báðum liðum. Hik ekki við að fara í gólfið. Svona átt að vera. Koma Haukarnir. Hvernig hvað þau gera núna? Inga reynir að sækja hérna. Finnur svo Júlíu hérna undir körfunni. Hún allarlega á körfuna, nær ekki að klára. Þröngt færi. Og sækja þær hérna hratt. Eva. Embla í þristinn. Mjög opinn, nær ekki að setja hann. Gerður dugleg í frákastinu, dettur svo í hendurnar á henni. Hún er sterk og þetta er uppkast. Frábær barátta. Haukarnir eiga þennan. Vel gert hjá Gerði, dugleg að berjast í alla bolta. Kemur Ísabella. Það gerir Haukarnir núna. Já. Caritas með Eygló á bakinu. Þetta er mjög þröngt. Mía fær hindrun frá Caritas. Þetta er rosalega þröngt hjá þeim. 5 á skóklukku, 4. Það er Inga. Verður að fara upp í neyðarskot síns mér. Dræfar allalega á körfuna. Setur hann! Smekklegt. Það þurftu þetta. 15 stiga leikur. Bryndís kom honum þarna Emblu á Eygló. Embla fær hann aftur. Með Gerði í horninu. Og hún skrifar. Já, lyfti hann upp stóðfætinum. Ágætis hugmynd þarna. Hann var komin með varnarmanninn þarna í ansi grimmt close-out og leiðin hérna hægra megin var opinn en óheppinn að skrefa. Ísabella kemst fram með Gerði. Þá ætti hann einhver opinn. Mía er opinn. Svo er hann Ingu hérna galopna. Finnur hann ekki. Lengi. Það eru 3 í kringum hann. Það eru 2 menn opnir einhver staðar. Já, Caritas. Sækir að körunni, reynir að fá alla leið, þessi er bara stólið. Eva stelur þessu, hún er bara með hlaupaleið allalega á körunni. Óeigingjöld, sendur hann á Emblu sem að nær ekki að klára. Og Mía kemur frákast, það eru 3 í kringum hann núna. Og er dæmd brotleg Mía þarna. Fær dæmd á sér sóknarvillu. Fyrir ítingu. Já, leikarnir ofboðslega aggressívar, bara þrengja hérna að þeim, jafnvel 2-falda og jafnvel 3-falda hérna á þær og Haukarnir ekki nógu fljótar að koma honum í hendurnar á opnum manni eða opna sig, þar að leiðandi líka. Það eru tækifæri í þessu sem Haukarnir þurfa að nýta sér. Blikarnir, vingast við Embla, fær hérna stutt skot, hún er búin að vera að setja þessi skot og gerir það bara áfram. Eitt skrím kemur upp úr því og er galopinn. Koma Haukarnir. Inga. Það getur hægri, kíkir, orðar niður. Tekur, nei, finnur Ísabellu.
hikandi, Gerður á henni, kemur hjálpaðið frá Evu, frábær hjálpaðið frá Evu þarna undir, hún bjóð til þennan stólna bolta og Embla fær hérna að ráðast á körfuna, finnur Eygló sem að frábærlega var í skot, sýndist Karitas verja þetta, kemur Inga, hratt upp völlinn, upp vinstri vænginn, fer allir á körfuna en missir hann út af. Já, og það leiklið sem að Haukarnir taka. Já. Já, 17 stiga munur, 6:33, þetta fer að verða mjög erfitt fyrir Haukana, en þjálfarateymið í Haukunum núna þarf að finna leiðir til þess að finna glufur á þessari Breiðabliksvörn. Það eru tækifæri þarna, blikarnir eru að tvímenna og jafnvel þrímenna á þær og boltinn hreyfist bara ekki nógu hratt til þess að nýta sér það. Komin af stað aftur, Breiðablik á boltan, Eva tekur hann inn, Emblu, gerir vel, kemur hann á Eygló og Embla kemur hérna, frábær backskrín hérna, kemur upp úr, þetta villa, já, þetta hárrétt, ítir hérna í hana, smá pirringur í Haukunum núna og innkast hérna undir línunni. Fín vörn þarna í Haukunum, en Eva nær til hans, Embla sækir út, finnur Gerði í horninu, opinn þrist, dettur ekki, tekur hérna heimir, Karitas liggur hérna óvíga eftir, sárþjáð, snúið á sér ökklan, greið, ekki þægilegt. Óbóðslega óþægilegt og algeng körfubolta meiðsli, hérna séð nokkra snúna ökkla hérna helgina. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Já, það hérna stuðning frá þjálfara Hauka. Harry Timmermann styður við hana hérna út af. Ekki gott. Áföllin halda áfram að dynja hérna á Haukaliðinu. Koma Haukarnir, 17 stiga munur og Inga nær að halda þessu inn á, Eyrún, nei, hún stígur út af, Inga stígur út af þarna, Eyrún gerði vel, var mætt þarna alveg í andlitið á henni þegar hún fekk sendinguna og gerði henni þetta erfitt vik. Kemur Embla, Eyrúnu og aftur sama kerfi þarna. Og Eyrún nær til boltans, Haukarnir lengi að rótera og þetta skref, já. Þetta skref, Eva Bryndís setur þarna alveg hörku bakskinn þarna í þessu kerfi þarna. Embla galopinn þarna tvisvar í röð. En
Það fengur svo sem aðra opsjuna þarna í þessu. Kynni Mía. Og Inga fær hérna sendinguna, ræðst á Gerði og klárar, vel gert. Sækir hérna villuna, fín sending hérna inn. Já, Öglumaríu, númer 9. Fann hana. Þetta er svolítið það sem við erum búin að vera að biðja frá Haukunum, svolítið að spila betur saman. Þetta er þá þriðja villan á Gerði. Liði Breiðabliks. Svo sem ekkert áhyggjuefni hérna er að 5,5 mínútur eftir. Vítið fer niður líka, munurinn þá 16 stig. Lilja hótar skotinu. Eva finnur Lilju, heldur þessu inn á, Gerður, lætur boltan ganga vel hérna á Emblu, hún er í góðri gæslu á Ísabellu, þarf að losa boltan, Gerður og Eirúnu, 6 sekúndur á skóklukku, Eirún út á Gerði, verður eiginlega að taka þetta skot, 3 sekúndur 2, þetta endar í hendunum á Emblu, þetta er varið, frábær vörð frá Arnheiði, geggjuð Haukavörð núna, það þurfa meira af þessu. Kemur Gerður af velli, búinn að skila fínu dagsverki hérna. Kemur vafalaust aftur við sögu eftir. Marja Soldís kemur og hérna skiptir við hana. Og Haukarnir. Og við aðra góða fléttu frá þeim. Isabella, Emblu til varnar, finnur Ingu. Inga er með Arnheiði hérna. Blikandi gera vel. Í vörninni, skoti geigar hjá Arnheiði. Embla leggur á stað. Horfir upp, Sirkón er með, hún er með Lilju hérna á baseline drive-inu og þetta er villa, já. Mía aðeins og sein hérna. Hindrar hana. Já, sjáum að Karitas er hérna gefa völlin hérna vel studd. Öklameistinn getur ekki stigið í löppina, hún hefur lokið leik hér í dag. Lilja. Eva, hættir við, finnur Lilju aftur hérna, vinstra megin. Setur ekki, Mía leggur á stað, er með, já, frábær sending hérna á Agla María, nær ekki að klára. Embla, koma blikarnir hratt, það eru hérna í yfirtölu Lilja, já, þetta er, skopar upp úr Lilja með frákasti aftur, þetta er varið aftur í Öglu. Blikarnir árænar, ná ekki að nýta sér þetta, boltinn út af og þetta fer af Ingu út af. Og leiklið sem að Breiðablik tekur. (68, 54, 14 stiga munur og 4 og 19 eftir. Hérna beint á eftir þessum leik, eða klukkan 1, þá hefst leikur Keflavíkur og Stjörnunnar í 9. flokki drengja. Athyglisverð viðureign. Stjarnan verið yfirburðalið í 9. flokki drengja. Kíkjum aðeins á hérna deildakeppnina þar aðeins hérna og Stjarnan ósigraðir í vetur í 9. flokki drengja og tóku þátt í Evrópukeppni, sendu lið í Evrópukeppni í vetur og komist í bikarúrslit þar sem að þeir sendu í rauninni 8. flokkinn sinn til leiks í bikarúrslitin þar sem þeir voru að keppa í Evrópukeppni á sama tíma. Flott framtak hjá þeim. Keflvíkingar ætla sér að reyna að uppsetta það. Þeir voru jafnir Káringum í 2. til 3. sæti með 26 stig í deildakeppni en allur fókusin okkar er núna á leik Breiðabliks og Hauka hér í 10. flokki stúlkna í annarri deild. Já, galopinn þristur, dettur
Engin spurning. Galopið, María Sóldís kom með 16 stig. Lætur ekki bjóða sér upp á svona opin skot, skilar þessu heim. Inga sækir á Eyrúnu, hún tvöfölduð. Mía fær þá opin þrist. Nei, af spjaldinu aftan á hringinn og Lilja snýr vörn í sókn. Það eru fljótar upp völlin. Eyrún, hraðablaup, klára með vinstri. Það refsa bara. 19 stiga munur. Ofboðslega fljótar upp völlin. Og Mía sækir, tekur stuttan jumper, gengur ekki, Emblan frákastinu, það sækja að henni og Eyrún kemur hérna með boltan og virtist þarna tvígripa, þeir mistu af þessu og skref, já, þetta já, María Sóldís þarna óheppin. Haukar eiga þá boltan, 3:20 eftir. Inga, Eyrún til varnar. Og fín blikavörn hérna núna. Við fljótar og rótar og hjálpa. Isabella sækir í körfunni. Og Mía sækir villuna, fær þá 2 skot. Mía Sóldís komið með 11 stig. 8 fráköst. Og eina stóðsendingu, fyrra vítið, dettur. Og síðara líka. Embla fer vel með boltan, sér svo Lilju hérna sem köttar inn í teginn og fær hérna fína sendingu frá Emblu og skilar þessu niður. Óbúslega flottar að finna hvora aðra blikastelpunnar. Vel leist hérna pressan hjá Haukunum og það enda hérna, nei, fá ekki opið skot. Fín rótering í vörninni. Inga, allilega á körfuna, fín fótavinna og klárar, já, vel gert. Blikarnir, 17 stigum yfir. Fínt dræf þetta til vinstri og reynir hérna skóplu skotið, gengur ekki hjá Maríu Sóldísi og uppkast dæmt. Blikarnir eiga þá boltan og skipta Haukarnir. Elisabeth Áslaug og Brynja Líf, 28 kemur inn í Haukunum, sömuleiðis skiptingar hjá Blikunum. 2:19 eftir, úrslitin svona, ja, tiltölulega ráðin, þessi óhætt að gera ráð fyrir. Það þyrfti alvöru dramatík til þess að gera þennan leik spennandi hérna síðustu 2 mínúturnar. Ritaraborðið hérna í smá basli, bara hafið þetta allt rétt. Já, númerinn hjá Blikunum, það bara númer aftan á búningunum, þannig að það þarf að, til þess að live-statið og þetta sé í lagi, þá þarf að vita hverjir eru inn á. Og koma Blikarnir. Fínt dræf, nær ekki að klára þarna Lilja og Inga frek í frákastinu, vel gert. Arnheiður. Finnur Míu. Mía, dræfar, fram með 2. Finnur Rinju, Brynja og Ingu. Og hún dræfar hérna til hægri, það þrengja að henni, flott vörn. Ná að gera þetta erfitt, Eva kemur með frákastið. Blikarnir halda þessu, Lilja. Smá styrkja núna. Lilja fer allilega á körfuna og bjargar þessu það leiti sem að skóklikkan gellur. Þetta er gott sem enda vel, segja þær. Kemur Inga. 2 í sér, dregur villuna.
skipta Haukarnir. Nú kemur Álfhildur Edda, leysir Arnheiði Ísleifi af hólmi. Leysir hann á hólmi, ég veit nú ekki alveg hvort að það sé nú málfræðilega rétt, en leysir hann af, skulum við segja. Og Haukarnir. Já, fín fletta á Inga sækir villuna, vel gert, góð sending af Míu líka. Gal opinn hérna eftir hindrun Inga. Og bara kom með lögheimilega þarna á vítalínuna. Búin að vera þar. Áræðin Inga. Brenni fyrir vítinu. Síðara. Það dettur niður. 17 stiga munur. 18, 77-59 stendur hér. Þennan bolti við Haukarnir. Góð vörn. Fín hjálpavörn þarna á Elisabethi Áslaugu. Mínúta og 13 sekúndur eftir. Kynna Mía. Kynna Ingu. Inga. Þá er það Brynja, gerir vel, sækir til hægri og næri villuna á Hildi Svövu, númer 31, vel gert við Brynju. Hún fer þá á línuna. Getur þá sett mark sitt á leikinn hérna. Þá fjóruða villana á Hildi Svövu. Hvað gerir Brynja? Já, engin spurning. Þessa flottu vítarútínu. Myndarlegt skot. Já, síðara, stutt. Já. Kemur skipting, Júlía. Skiptir þá við Ingu sem er búin að skila flottum leik hérna fyrir Haukana. Mínúta og 4 sekúndur eftir, það er 17 stiga munur, 77-60, úrslitin ráðinn. Formsatrið að klára þennan leik. Flott árás á körfuna. Og Telmur Hrönn, en hún er stöðvuð þarna inn í teignum, en upp úr klafsinu kemur að Blikarnir eiga þennan bolta hérna við hliðalínu. 50 sekúndur eftir, 11 sekúndur á skóklukku. Lilja sækir í alla leiða körfunni, flott hjálpavörn á Míu, það er ekki nóg að brotið þarna á Lilju. Og hún uppsker 2 vítaskot. Villan dæmd á Álfhildi Eddu, hennar þriðja villa. Fyrra viti fer forgörðum. Og síðara, það steinleikur en stígur á línuna og telur þá ekki. Og dómara leiksins velvakandi, má ekki stíga á línuna. 45 sekúndur eftir. Haukarnir. Mía. Álfhildur. Og þá Brynja. Mía aftur. Sækir inn. Klárar ekki. Álfhildur með frákastið. Reynir að fara upp hérna. Nær ekki að klára. Blikarnir hérna fjölmennir í frákastinu en Álfhildur bara samt með frákastið. Já. Fín vörn þarna. Og Helgu. Elisabeth Áslaug reyndi hérna þryggjasta skotið. Þetta skotið varið. 21 sekúnda eftir. 11 á skóklukku. Haukarnir sinni síðustu sókn væntanlega. Já, reynir skotið, stígur á línuna. Þetta eru 2 stig. Já, vel gert. Beint onni. Koma Blikarnir, Lilja. Spurning hvort það dripplita bara út hérna eða það freista þess að sækja eina körfu viðbót. Já, allalega á körfuna þarna, vel gert. Frábærlega gert hjá Júlíu Steinunni. Sækir til hægri, klárar þetta. Álfhildur.
Sækir villu á Helgu Gíu og fyrir þá á línuna. 4 sekúndur eftir. Aðeins að draga þetta langinn. Ánægður með þessar stelpur. Það er alltaf að spila hérna leik alveg út. Klassa íþróttamenn. Álfhildur í 2 skot. Getur sótt sín fyrstu stig í leiknum sem hún gerir. Það að vera mikil barátta í henni í þessum leik þótt hann hafi ekki verið atkvæðamikil í stigaskoruninni. Skila fínni vinnu fyrir liðið. Geigar seinna. Breiðablik með frákastið og það er þá ljóst að það eru Breiðablik sem að sigra. Breiðablik eru þá deildarmeistarar í annarri deild í 10. flokki stúlkna. Bera hér sigurorð af liði Hauka 79-63 til hamingju Breiðablik. Summa og sína á liðin, á blikan. Já, sína liðin. Það held ég eftir jafnan og spennandi fyrirhálfleik þá dró heldur betur til tíðinda hérna í byrjun 3. leikluta þegar Haukarnir urðu hérna fyrir áfalli þegar Dagný leikmaður þeirra fikk dæmda á sig hérna óíþróttamannslega villu eftir smá umhugsunarfrest frá dómarunum og hún var ekki sátt við það og lét að þér virðist einhver orð falla í garð dómarana og fekk þá tæknivill í kjölfarið og verandi með ásetningsvillu og þá fekk hún var henni vikið út úr húsi eins og reglur gera ráð fyrir. Þá er það verðlaunaafhending hér. Einar Hannesson fyrir hönd KKÍ. Sérum að ef við förum aðeins að velta fyrir okkur hérna líklegum manni leiksins þá er það, ég held að sé ekki nokkur einasta spurning að hérna Embla Hrönn Halldórsdóttir, hún endar leikirna með 25 stig, 10 af 17 í skotum og 13 fráköst, 4 stóðsendingar, 8 stolna bolt og 1 varinn, 41 framlagspunktur, algjörlega stórkostlegur leikur hjá henni. Og henni næst Lilja Dís Gunnarsdóttir með 14 stig og 9 fráköst og 1 stóðsendingu. Nú í liði Haukana var það Karitas Steinunn Einarsdóttir sem var stigahæst með 19 stig, flotta skotendingu, 3 fráköst og 1 varinn bolta og Inga-Lea Ingadóttir með 18 stig og 12 fráköst. Já, Haukarnir geta gengið stoltar af velli. Eins og fyrir segir, mistu Dagný að velli hérna upp að síðar á leiks og svo Karitas sem að sneri og sér öklan hérna í byrjun 4. leikluta með minnir. Einar Hannesson og Jón Halldór Eðvaldsson sjá hér að veita velun. Og þjálfarteymið aðalþjálfari Hauka Harry Timmermann. Sjáum hérna stuðningsfólk Hauka. Breiðablik, gefið þeim gott klapp. Já, það var Breiðablik, þá afhendar gullmedalíur, frábært lið, virkilega vel spilandi og ofsalega fínar varnarlega sem er að skila þeim fjölmörgum hraðaplöpum hérna. Það er veit að elta, byggu hérna til flott forskot hérna í síðari hálfleiknum sem að þeir létu aldrei af hendi. Fjölmennur og flottur hópur. Þetta er styrkri stjórn Ívars Áskimssonar.
Breiðablik var hér í úrslitaleik í gær líka í 10. flokki karla sem byggði ósigur, en Breiðablik sótti Íslandsmeistaratitil í míniboltanum núna á dögunum. Gott starf unnið í Kópavoginum eins og í Hafnarfirðinum líka. Gaman að sjá körfuboltan vaxa út um allt land. Já, sjáum hérna stuðningsfólk Breiðabliks. Nú þá erum við komin að því að veita verðlaun fyrir stúlku leiksins eða mannleiksins. Og leikmaður leiksins. Og dómnefndin var einróma þetta. Stúlkan sem lítið þann þá þau heiðursverðlaun var með 41 framlastig, 13 fráköst og 25 stig. Embla Hrönn Halldórsdóttir. Embla Hrönn Halldórsdóttir, vel að þessu komin. Fremst meðal jafninga í þessu Breiðabliksliði, frábær leikmaður. Já, það tjanta hérna MVP. Og þá ætlum við að fá fyrirliða Breiðabliks fram og við ætlum að afhenda Íslandsmeistarabikarinn. Gjörðu svo vel. Til hamingju Breiðablik. Til hamingju Breiðablik. Glæsilegur hópur. Leiðum þessum myndum aðeins að lifa hérna, en við þurfum að segja þetta gott í bili. Við verðum hérna aftur klukkan 1 með leik Keflavíkur og Stjörnunar í 9. flokki drengja. Svo þétt dagskrá hérna í allan dag. Sigurður Friðrik Gunnarsson, Einar Þór Björgvinsson og Týr Kristjánsson þakka fyrir sig í bili. Sjáumst á eftir.